Og skrifstofustjórinn er mættur. Skrifstofustjórinn mættur, Já, við kveikjum ljósið til að sjást og þá held ég allt sé klárt. Já. Velkomin í miðvikudagsspjall. Það finna fyrir ykkur mig endilega að smella á okkur like eða veif okkur ef þið eru mætt á staðinn, láta okkur vita að þið séu hérna. Við ætlum að kannski byrja á því að eins og við byrjum að ræða aðeins hérna síðast að við erum að flytja. Já. Við erum að flytja að heiman. Við erum að flytja heiman, svolítið stór. og erum að fara í fallegt skrifstofuhúsnæði upp á Krókhálsi. Og það sem við þangað færum við skólann og færum semst bæði skólann og verslunina og aðstæðan þar mun gefa okkur tækifæri til að bjóða upp á mun meiri þjónustu og mun fleiri svona kannski styttri námskeið heldur en við höfum verið að gera hingað til. Þannig að það verður rosa gaman að heyra frá þér hvort að það sé eitthvað sem þig langar að læra og skella bara í komment hérna undir vídeóið hvað það sem þú vilt sjá okkur gera. Því við erum nú, við höfum rosalega mikið hugmyndum. Mikið hugmyndum og við erum að hugsa sko bæði bara eins og hálfsdagsnámskeið, heilsdagsnámskeið, helganámskeið. Bara hvað er það sem að þú myndir vilja sjá okkur eða á hvernig námskeið myndir þú vilja mæta? Og við svo bara setjum þetta í hugmyndabankun og sjáum hvað við búum til úr því. En okkur vantar alltaf nýjar hugmyndir og eins og ég segi þessi nýja aðstæða á nýja staðan við eigum rosalega mikið hugmyndir en okkur langar að heyra hvað þig langar. Ég held að það sé samt hugmyndir sem við höfum ekki fengið en aðrir fá. Algjörlega. Þannig að það er gott að fá að heyra frá okkur hvað hérna. Já, endilega fá að heyra það. En við getum ekki lofað því að Emma verði á staðnum. Nei, en allavega eins og ég segi þessi nýja aðstæða okkar sem við flytjum í nú strax eftir mánaðamótin gerir það að verkum að við getum haldið mun fleiri námskeið en við höfum verið að gera hingað til og við hlökkum mikið til að fá að bara hitta fólk ekki bara á skjánum heldur að hitta ykkur meira svona í eigin persónu og bjóða upp á þjónustu það sem við hittumst. En akkurat, þá er komið að umræðuefni dagsins og við setjum út, við látum ykkur vita að því að við erum bara að flytja eftir helgi. Nú látum við ykkur vita leið og það verður opið hjá Orkusteinum og allt það, svo að þið fáið allar fréttir beint í hvernig við verðum með opið. Endilega þeir sem eru að hlusta láta ykkur vita hvort þið heyrið í okkur og svona, það er alltaf mjög gott að fá staðfestingu því að það heyrist í ykkur. En það verður eitthvað óregluleg opnun hjá Orkusteinum í febrúar bara hreinlega vegna þess að við þurfum að við vitum ekki nákvæmlega hvenær við verðum klárar með allt. Nei. En umræðuefni dagsins var kosið hvað að vera ljósberi. Eru allir ljósberar á einhvern hátt og það kannski tilgangur okkar allar? Skemmtilegt efni. Mjög skemmtilegt efni og við þessu kannski engin einföld spurning. Einfalda svarið kannski eru allir ljósberar í grunninn, En það er ýmislegt sem hefur áhrif á okkur og okkar orku og það að vera ljósberi í okkar huga eru þeir sem eru að senda frá sér ljósið og kærleikann og ganga með það að leiðarljósi. Að vera og gefa frá sér gott en líka gefa okkur gott. Af því að það er ekki alveg nóg að við séum bara í ruglinu sjálf en við ætlum síðan alltaf bara að vera að senda orkun okkar annað en við gefum okkur ekki neitt. Og það er kannski gott að hafa í huga að leið, ef maður ætlar að vera ljósberi sem hefur áhrif og getur skyn í ljósinu þannig að hafi áhrif, þá þarf maður leið að vera leiðarljós. Og að vera leiðarljós þýðir að við þurfum að ganga undan með góðu fordæmi. Við fæðumst náttúrulega öll með hreint kærleiksljós í hjarta og svo ölustu bara upp við mismunandi aðstæður og þegar við erum fullorðin þá kannski það tekur mislangan tíma fyrir okkur að vakna og sumir kannski vakna bara jafnvel aldrei í þessari jarðvist og þó að kærleiksljósið okkar sé alltaf til staðar og við séum alltaf ljósberar sem slíkir að þá leggjast hulurnar yfir það. Bæði þannig að það verður erfitt fyrir okkur sjálf að komast að ljósinu okkar og upplifa það og það verður kannski erfitt fyrir aðra líka að upplifa og finna ljósið okkar.
og það er náttúrulega svo margt sem hefur áhrif á það eins og bara ótti og af ótta skapast svo margt eins og fordómar og kvíði oft og alls konar sem að verður til þess að við kannski löðum að okkur hluti sem að er ekki góðir fyrir okkur. Orkan okkar er kannski ekki eins og við þyrftum að hafa hana til þess að raunverulega geta verið ljósberar. Við getum alltaf verið kærleiksríkar manneskjur. En meðan við höfum kannski ekki mikið að gefa okkur sjálfum að þá höfum við heldur ekkert mikið að gefa öðrum og það hefur áhrif á okkur. Og það að vera ljósberi þýðir þá í rauninni að til þess að við getum skynið þá þurfum við að rækta okkar innra ljós. Og við ræktum okkar innra ljós, kærleiksljós ekki með því að vera stanslaust að gefa það út í heiminn, heldur verðum við að horfa á okkur líka og við verðum náttúrulega að byrja á því að fyrst og fremst að luktin sem er þá við sé í lagi. Að það sé ekki að blása inn í hana og að það sé nú eldsneyti til þess að kynda ljósið. Og það er orkan okkar sem við verðum að halda utan um og passa upp og við þurfum að hreinsa okkur sjálf og luktin okkar og gera okkur eins hrein og tær og við mögulega getum. Og það gerum við bara með því að vinna í gegnum sárin okkar, að vinna í gegnum orkustíflur og annað sem er að hindra okkur í því að vera ljósberar. Við getum líka, við getum gefið frá okkur náttúrulega ljósið á svo margan hátt eins og bara með orðunum okkur. Með því að velja falleg orð, með því að tala fallega við okkur og við aðra og aðra og okkur sjálf. Og ég tel að það sé tilgangur, ekkert endilega okkar allra að vera ljósbera. Það eru alveg tilgangur sumra að koma hérna til þess að ýta við okkur líka. En öll höfum við þetta element með okkur að geta verið ljósberar og margir gera það, eru ljósberar með einhverjum hætti þó svo að það sé ekki bara að sitja heima og senda heilun eða ljós út í heiminn. En við þurfum svolítið að gæta að orkunni okkar og þá hvað fer frá okkur. Og klárlega leiðum við söfnum inn í okkar orkusvið og hreinsum ekki reglulega, þá náttúrulega erum við að minnka ljósið okkar. Þá eru luktin svolítið kámug og skítug. Já, og svo getum við líka, við getum náttúrulega lifað í alls konar blekkingum með það hvernig ljósberar við erum og ef að við til dæmis segjum bara nefnum sem dæmi að ég sé meðferðaraðili sem að vinn við það að taka fólk í heilun og ég set miklu orku í það að taka fólk í heilun svo leið og ég er búin í heiluninni þá fer ég heim í lífið mitt þar sem ég kannski er ekki aðstæðan þar sem ég líður vel í. Mér líður ekki vel í mínu eigin skinni, í mínu eigin lífi og jafnvel eftir að ég kem heim þá eyði ég alveg töluverðum tíma í að fara í einhver neikvæðnisspiral, ég tala kannski illum fólk, ég tala illum ástandi sem er í heiminum, ég næri ótta í kringum mig og þar að leiðandi tekur maður ljósi sem maður er búin að vera að streyma frá sér í vinnunni og maður er einhvern veginn mínusverða og einhver myrkrið á móti. Þannig að við þurfum, eins og Alma segir, við þurfum að passa það hvernig við tölum, hvernig við hugsum og að taka þátt í alls konar baktali, slúðri, að næra ótta með því að tala endalaust allt það hræðilega sem er að gerast og verða stress og hræddi yfir því. Vera meðvituð okkar eigin fordóma, eins og tölum fordómar byggjast á ótta. Og bara muna það að við getum ekki, við erum alltaf mannleg, en við getum ekki alltaf sett okkur í spor annarra, við búum ekki líka með huga annarra. En við getum alltaf sent frá okkur kærleikann, við getum sent frá okkur ljósið, við getum verið í samkennd og leyft okkur líka stundum að þurfa ekki alltaf að skilja. Og mér finnst það eitt af þessu mikilvæga að þurfa ekki alltaf að hafa skilning á öllu sem að eða þurfa ekki alltaf að vera skilgreina heldur það má svo margt vera til í heiminum án þess að við þurfum að hafa einhver dramma utan um það. Stundum felst það að vera ljósberi og umvefja aðri ljósi felst ekkert endilega alltaf í að hafa allar lausnirnar á hreinu. Stundum felst þetta bara hreinlega í því að vera til staður og segja já, ég heyri, ég sé og ég heyri að þér líður ekki vel. Mér þykir það leiðilegt og ég er hérna.
stundum bara það að vera ljósberi fyrir annan þýðir bara að þú situr við hliðin á manneskjunni og þú leyfir henni að njóta ljósins þíns. En mér finnst þessi myndlíking með luktina svo flott, sko, vegna þess að við erum í rugli sjálf að þá verður glerið kámugt og ljósið okkar dofnar og dofnar og dofnar þangað til að sést ekki lengur út glerið vegna þess að orkan okkar er búin að draga úr og hulurnar búnar að fara yfir ljósið okkar. En svo þegar við förum að vinna í okkar ljósis og lifa okkar sannleika og taka ábyrgð okkar lífi, þá hreinsum við glerið í leiðinu og þá skínum við alltaf meira og meira og ljósið kemur innanfrá. Það bara stöðug vinna. Við erum alltaf með pússuklútinn svolítið á lofti og En það þarf alltaf að þrífa reglulega. Það þarf að gera það. Það er aldrei neitt sem er hreint endalaust, sko. Þar erum við alveg, reynum okkar besta til að vanda okkur við að vera með svona vel pússað gler. Já. Og þetta fellur alveg stundum á það. Það sjálfsögðu. Við erum mannlegar og verðum það, en einmitt að ganga á undan með góðu fordæmi og að vinna í okkur og vera stöðugt að vinna í okkur og að leyfa okkur bara að senda gott út í að vera með glasið hálffullt frekar en hálftómt og treysta. Það er eitt af því sem að mér hefur fundist hvað mikilvægast í minni vinnu í því að efla mitt ljós er að læra að treysta því að það sé til staðar ljósverur til að aðstoða okkur, ljósið sé alltaf sterkara en allt annað og að ljósið mitt sé sterkt og biðja þá bara aðstoð þegar ég þarf líka á að halda. Af því fyrir mér er mikilvægt að geta verið ljósberi og vera leiðarljós, en til þess að halda minni orku þá þarf ég líka að biðja aðstoð þegar á þarf að halda. Og þá þarf ég að treysta. Það er það sem þvælist oft fyrir okkur. Að treysta. Já, treysta okkur sjálfum til að treysta öðrum. Það er eitt af stóru verkefnunum okkar í lífinu. En það er mikið af ljósberum til og það er mikilvægt að við höfum sem flesta ljósbera og öll getum við sendt frá okkur gott með einhverjum hætti. En mikilvægt fyrir mér er einmitt þetta að geta sýnt skilning og geta sendt kærleikann hvert sem er. Ekki þá endilega, þá er ég ekki að tala aðstæður sem eru siðferðislega rangar eða annað, heldur það að við getum sýnt fólki, öllu fólki, þann kærleika sem það þarf á að halda. Ég átti nú bara þessa samræðu við dóttur mína í vikunni að við getum nú bara sendt kærleika til allra þeirra sem eru í kringum okkur sem þurfa á því að halda. Hvað myndi breytast ef við getum bara dælt kærleikanum sem flest frá okkur? Ég hef líka oft hugsað og talað bæði mína dóttur og heldur svo sem ég hef minnst á það hér áður í Miðviktarspjalli. Þess að dóttir mín er í framhaldsskóla og var í söguáfanga og þeim söguáfanga var stanslaust einblínt á hörmungar sem hefur dunið á mannkyninu síðustu 100-200 árin og hún þurfti bara að vera að lesa og upplifa hörmungar í 2-3 mánuði. Og ég hugsaði bara að þetta hefur alltaf verið fókusin í sögun okkar, það er að fókus á hörmungar. Og ég hugsa með mér, hvað ef að við hefðum tekið þann pól í hæðina fyrir 300 árum, 200 árum, þú veist, tóverkinu fyrir 100 árum, að við viljum bara fókus á allt það góða sem hefur gerst. Það er það sem fengi athyglina, við erum auðvitað meðvituð allt þitt, en fókusin færi í að tala og upplifa allt það góða. Hvar værum við þá sem mannkyn? Ef að þar hefði fókusin okkar legið allan tíma. Ég er ansins að við verum á öðrum staðum nú. Já. Og þess vegna skiptir miklu máli að við höfum nóg ljósbera sem að geta sendt frá sig kærleikann. Já, og líka við erum sjálf í ljósinu. Já, við einblínum á það sem er gott og einblínum á það hvernig við viljum hafa hlutina í staðinn fyrir að einblína á allt það sem við viljum ekki. Því það stækkar ef við erum alltaf að veita því athygli. Og það er ekki nóg að segja bara alltaf þetta er að og þetta er að og þetta er að. Heldur þurfum við að hugsa hvernig get ég verið partur á lausninni? Hvað get ég gert? Þó sé ekki nema bara að ég siti hérna þá og sendi frá mér kærleika á fólki sem ég veit að þarf að takast á við aðstæður. Já, þannig ljósberi, já, við erum það öll, en stundum er glerið okkar svolítið áfallið. Já, gott að pússa. Okay. Efla ljósið innra með okkur, hugsa þetta frá okkur, vera partur á lausninni og senda kærleikann út.
Já, og trúa og treysta á ljósið okkar og finna það, æfa okkur í að finna það, líka bara sitja og finna ljósið okkar í hjartanu og leyfa því að bara þenjast út og umkringja okkur og dreifast yfir svæðið í kringum okkur og það að finna bara hvernig kærleikur manns getur flætt út allt, það er bara ótrúleg tilfinning. Styrkurinn í ljósinu er svo Já. magnaður. Þú skrifaðir einmitt hugleiðslu, vorum að vinna með ljósa og hjartagrunum í desember. Já. Og þessi magnaða hugleiðsla, þegar ég las hugleiðsluna þá hugsaði ég, þetta er hugleiðsla sem getur breytt heiminum. Bara fyrsta sem kom til mín, þetta er hugleiðsla sem getur breytt heiminum. Við getum breytt heiminum með ljósun okkar og við getum breytt heiminum með því að vera ljósberar. Og þetta er ekki flókið, þetta er svo einfalt en að komast þangað getur verið átak en ég veit að við tölum rosalega mikið við þurfum alltaf að vera að vinna í okkur og það getur hljómað eins og þetta sé rosalega erfitt og mikil kvöð en fyrir mér og fyrir okkur báðum held ég þetta sé svolítið þannig að þegar við tölum að við þurfum alltaf að vera að vinna í okkur þýðir í rauninni það að við þurfum bara að lifa í meðvitund. Við þurfum að þekkja okkur og við þurfum að sjá og finna og skilja og vera tilbúin að skína ljósin okkar á þá part af lífin okkar sem við finnum að við þurfum hjálp við og við þurfum að bæta. Við erum ekkert alltaf í jafnvægi og það er bara partur af lífinu og það er eitthvað sem við þurfum að vinna. Og það er óraunhæft að ætlast til þess að manneskja að vera alltaf í jafnvægi. Það er ekki okkar hlutverkið í lífinu að vera alltaf í jafnvægi. Við komum til að læra. Já, einmitt. Já. En endilega, ef þið hafið einhverja spurningar eða einhverja pælingar varðandi þetta, þá endilega sendið spurningar hér í athugasemdir fyrir neðan. Og ef ykkur langar að læra eitthvað og hvað ykkur langar að læra á nýja staðnum okkar, svo langar mig að minnast á að við erum að fara norður, stóru tjarnir, núna 22. og 3. febrúar. Það er spennandi heilsuhelgi, svona heildræn heilsa í forgrunni þar og Orkusteinar og Starkvöldskólinn verður nú staðnum. Já. Hlakka mikið til að fara norður og hitta fólk og fá að verja helginni. Mér finnst þetta mjög spennandi og flott helgi. Spennandi dagskrá framundan. Já. Takk fyrir okkur í bili. Já, takk.